Ég heiti Steinunn Sigurðardóttir og ég hef verið að skrifa í hvorki meira né minna en 60 ár. Fyrsta bók Sífellur kom þegar ég var 19 ára, árið 69 og ég er sem sagt bæði ljóðskáld og skáldsagna en ég held að meira og minna allt sem ég skrifa komi einhvern veginn úr ljóðinu og ég held að þess sjáist stað í nýju bókinni minni sem heitir Skálds saga og er einmitt saga skálds. Sönn saga skáldlegan hversdag og óskáldlegan og skrifuð mögulega með þá von í brjósti að hún geti orðið einhverjum til hjálpar sem er að skrifa eða langar til að skrifa. Og kaflaheitin eru til dæmis Bersöglis-ljóð smámeyjar og það er stuttukafli sem að geristri var á kvennaskóla í Sviss sumarskóla árið 1966. Svo er kafli sem heitir Að skipta deginum og þá erum við komin út í það praktíska við að vera skáld og rithöfundur en ég sem sagt hef verið mjög hörð á því alveg frá því ég hætti í fastri vinnu á Fréttastofu útvarpsins 1980 að skipta deginum. Ég byrja daginn ófrávíkjanlega á því að skrifa og þá meina ég alla daga og líka stórhátíðir ef ég kemst upp með það. Ég held að skáldsaga sé fyrir alla sem eru bara pínulítið forvitnir hvernig eitt mannslíf lítur út og vinna sem að þeir kannski botna ekki svo mikið í og það er það sem ég verð svo oft vör við þegar ég er að lesa upp sérstaklega kannski að fólk er forvitið hvernig það er að vera rithöfundur og ég í rauninni skil það vegna þess að þetta er einmannlegt starf og það er öfgakennt líka að loka sig svona inni yfir þessu. Og ég trúi því að forvitnin muni vísa lesendunum veginn á þessa bók. Forlagið.